miklir fram í markinu. Þá komið að stólunum að geta sótt hratt. Elsa Bríet lyfti þessu tegin þar sem að Jordan mætir og tekur hann niður og hún að koma Tindastól yfir á 10. mínútu. Þetta var allt of auðvelt fyrir gestina. Frábær sending fyrir markið frá Elsu Bríeti og Jordan Rhodes alein hanna, hefur allan tíminn heiminum, tekur þetta niður og setur hann í gegnum klofið á Tinnu Brá. Hún kemur þessu á Abigail, hún með plásirna fyrir fram tegin að leita skotinu, kemur með það hér og hún að jafna metin. Frábært mark hjá Abigail. Bojan á 38. mínútu. Allt orðið jafnt á ný. Sjáum þetta hérna, hún með fullt af plássi, það enginn sem að mætir henni, kemur sér bara yfir á hægri fótinn og lætur vaða. Monika Wilhelm má ekki möguleiki þetta. Virkilega gott mark hjá Abigail Bojan. Stoppar yfir allt og þetta Helga Guðrún Kristinsdóttir sem að koma Fylki yfir. Þriðja hornspyrna sem að Fylki fær á mjög stuttu tíma í upphafi seinni hálfleiks. Og skoppar einhvern veginn í gegnum allt og Helga Guðrún lúrir á fjárstönginu. Skallar hann í fjærhornið og Þórhildi. Lítur hann að miðju. Svo Helga Guðrún með blás. Fyrir markið og hvað enda þetta? 3-1. 3-1 staðan. Guðrún Karítas gefur henni það bara að hún hafi mókað þessu yfir línuna. Sjáum við hérna, hún með fullt af plássi, hún Helga Guðrún. Kemur þessu inn á teginn og jú, þetta fer ábyggilega bara af Guðrún Karítas Sigurðardóttur. Og Fylkir frá loksins. Miklu spretti og vinnur boltann eða hvað. Brotið á henni, áfram með leikinn, hún enn með boltann. Færir hann út til vinstri og þær að sleppa í gegn og þetta fjórða markið. Þær að klára þetta hérna. Fylkiskonur komnar í 4-1 og ég held að okkur sé óhætt að kalla leik lokið. Sjáum þetta virkilega vel gert hjá Maríu. Kemur honum út til vinstri. Eftirleikurinn auðveldur fyrir Kolfinnu Baldursdóttur.